Komið sæl, kæru vinir. Ég hættur að segja góðan daginn, hvort það getur verið að þér sjá þáttu núna kvöldu til eða nóttu til. Þá segi ég bara góðan daginn og ég þakka ykkur fyrir að bjóða okkur þessu þætti heim til ykkar. Ég var einmitt að hugsa þetta í morgun, hvernig þetta byrja þennan þátt öðruvísi sem ég gert áður, með þetta að vera boðin heim til ykkar. Ég hef stundum verið að kvarta við því, gagnvart því við svona nána vini og kunningja, að mér sé aldrei boðið neitt. Ég á fullt af vinum og fullt af trúbræðrum og systrum og fjölskyldu þeirra og svo framvegis. Ég er aldrei boðið neins þar, neitt. Svo ég verið hvernig stendur á því, Ólafur? Ég er kvarta út af þess að mér er ekki boðið neitt. Svo bara orðaði þannig, svo við gerum í trúarheiminu, Drottinn sagði við mig, Ólafur, þið geta kvartað þess að þú ert inn í fjölskyldu, bæði hér á Íslandi, út all landið, út allan heiminn. Alltaf Evrópu og Brasilíu og Bandaríkjana sem sjá þennan þátt. Þú ert bara í heimsóknum hingað og þangað. Og ég er bara að þakka fyrir það. Stundum er ég bara fegin því að vera ekki mjög mikið boðin í alls konar hóf og já, skilji hvað ég meina. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að opna fyrir sjónvarpi núna og þið sem ekki vitið það, þá er líka hægt að fara á tölvuna og slá inn bara omega.is og þá sjáu þið á tölvunni þennan þátt. Og það getur sagt vinum ykkar, hvað sem þeir eiga heima, að þeir getast líka séð þennan þátt og alla þætti Omega, allan sólarhringinn, 24 klukkutíma. Þetta er mikil tækni sem að við höfum hér á Omega og við erum Guði þakkláttir fyrir þessa stöð og við erum þakklátt fyrir að þennan boðskap sem að þessi stöð flytur út ekki bara Ísland, heldur út allan heim. Ég hef stundum sagt að þessu þætti að þetta sé raunveru stærsta kristniboð á Íslandi. Omega-stöðin er í raun og ber það stærsta kristniboð út allan heim. Þetta er alveg rétt. Og við erum auðvitað gætin í því hvað við segjum og hvað við gerum og þessi boðskapur sem Omega hefur, það er ekki bara Ísrael, það er ekki bara eitthvað viðmælendur í þessum geiranum með öðrum heldur boðskapur fríðarins, boðskapur fagnaða boðskapur. Evangelium heitir það sko á góðri latínu. Það er fagnaða boðskapur sem Omega hefur. Fagnaða boðskapurinn snýst náttúrulega Jesús og það er grundvöllurinn í þessu öllu saman. Og þó að þessi þáttur heiti Ísrael í dag, þá snýst það raun og veru fyrirheit Guðs, hvað Guð hafði áætlað að gera fyrir sína þjóð, Abraham, Ísak og Jakob, fyrirheitlar hans til framtíðar og sem að Drottinn segir í fyrstu Mósebók, þá í 12-14. kafla að allur heimurinn megi nota blessunar ættinga Abrahams, Ísaks og Jakobs. Og hvað þýðir þetta blessunar? Það stendur ekki að allar þjóðir megi njóta blessanir, það er eintölu, blessun. Og við trúum því sem trúum á Messias, eða hinn smurða, Jesús, við trúum því að hann hafi verið þessi blessun sem átt sér við í ritningunum. Nú segi ég ekki Gamla testamenti eins og ég hef oft sagt þessum þætti og ég ætla að halda áfram að segja þetta. Ég vil helst ekki nota orð Gamla testamenti, ég nota orðið ritningarnar. Og hvers vegna noti orðið ritningarnar? Vegna þess, er það vegna þess að ég sé á móti ykkur kirkjulegu hefðið að formi? Alls ekki. Það er bara vegna þess að ritningarnar á dögum Jesú, eða Biblíun á dögum Jesú, hann þekkti ekki neitt sig hitt Gamla testamenti. Og allir lærisveinir hans fyrstu öldu þekktu ekki þetta orð Gamla testamenti. Þeir notuðu bara ritningarnar. Og Jesús sagði sjálfur, ef þið trúið ekki ritningunum, þá skulle ekki vera að trúa mér, því það eru þær sem fjalluðu mig. Nú er ég komin inn dálítið efni sem væri hægt að hafa í heilan klukkutíma og það er með fyrirheitið í gegnum ritningarnar Jesús, Messias, hver hann var. Og einhver sagði við mig fyrir nokkur síðan, Ólafur, þú talar svo mikið Jesús og Jesú og allt þetta, hvernig stendur á því að nafnið hans er hvergi til í ritningunum, í Gamla testamentinu? Og ég gat svara því, og ég geri það hérna líka nú ef einhver hefur þessa hugsun að nafnið hans sé ekki til í Gamla testamentinu. Þá get ég sagt ykkur að nafnið hans er í hverju einustu bók ritningarna, Biblíunar. Hverju einustu bók, öllum Mósebókunum, Spámönnum og Davíðssálmum. Nafnið hans er allstaðar. Og þá segir þú á móti mig, og þetta er ekki rétt, ég hef lesið Gamla testamentið, myndi hann segja, og það stendur hvergi Jesús er neinstar þar, nafnið hans er hvergi þar. Þá myndi ég svara honum eða henni, getur þú lesið hebresku? Nei, Gamla testamentið svo kallað er rit á hebresku. Nafnið J-E-S-U-S er ekki þar, það er rétt. Hvaða nafn er það þá? Jesúa.
Jeshua. Og hvað þýðir Jeshua? Það þýðir frelsi, lausn, orðið. Og þetta orð, Jeshua, í gegnum alla ritningarnir. Lausn, frelsi til þjóðarinnar sem Guð hefur útvalið, og þegar stendur ritningur að Drottinn muni gefa frelsi til þjóðarinnar, þá þegar hann mun gefa Jeshua til þjóðarinnar. Skiljiði mig? Hann mun gefa Jeshua, nafninu sem að Jesús var nefndur. Bara til að gera þetta svona léttlega að boðskapurinn eða draumurinn sem að Jósef fekk að sonur hans sem ætti að heita Jesús, hann sagði auðvitað, engillinn sagði auðvitað ekki Jesus eða Jesús, hann sagði auðvitað Jeshua. Nú sumir segja það, og það er líka rétt, að hann heita Jeshua, og það er líka, Jeshua þýðir Guð frelsar, orðið Guð frelsar. Þetta er líka í gegnum alla ritningarnar, Jeshua, Guð frelsar, það er líka nafnið hans. Jeshua, J-A-H, það er Jahve, Jehova, það er nákvæmlega sama. Þetta er svolítið gaman að hafa svona bara biblíutíma þetta bara nafnið hans, og nafnið hans er svo stórkostlegt, og við trúum því sem trúum á nafnið Jesús eða Jeshua, það sé ekkert annað nafn til undir himninum sem oss sé alltaf fyrir hólpnum að verða. Og þetta að við séum með þá sem heitir Ísrael í dag, það er raun og veru að við erum að benda á fyrirheit Guðs og trúfesti Guðs við sína þjóð í gegnum alla tíð og alveg fram á okkar dag, og ekki bara trúfesti Guðs við þjóðina sem að heita gyðingar, heldur við okkur líka. Við erum líka Guðs útvalda þjóð. Við erum líka útvalina Guði. Við erum samerfingjar þeirra. Ef við lesum Rómverjabréfið 11. kafla, þá stendur nákvæmlega þar að við erum samerfingjar, við erum gróðursett, við erum villiolíuviður, erum heiðingjar, gróðursett við eðlastofn vínviðarins, og við höfum sömu ræturnar þar ná jafnt til okkar eins og til þeirra. Við erum samerfingjar þeirra, við erum bræður og systur þeirra í raun og veru. Við erum ekki gyðingar í þeim skilningi, en við höfum nákvæmlega sömu réttindi eins og þeir gagnvart orðinu. Þessu trúum við. Nú heyrið þið örugglega hvernig hugsun mín og skoðun mín og trú mín er gagnvart þessu atriði, og þetta kemur svona bara skyndileg hug minn að segja þetta. Þessi þáttur er kannski öðruvísi margir aðrir þættir hér á Ómeg og annar staðar, að ég hef aldrei skipulagt neina þætti. Ég skrif aldrei niður, nú segjum við þetta, nú gerum við hitt, þannig lagað. Ég læti þetta flæða svona, og þetta sem ég var að segja ykkur núna, ég hafði alls ekki hugmynd ég ætlaði mér að segja þetta. En við trúum því að þetta sé einhver sem hafi verið að brjóta heilan þetta í minni nafni Jesús, og mér finnst það bara gott að það komi fram. En vísu fekk ég einu spurningu dag, ég fæ oft spurningar, það er oft hringt í mig og ég fæ mikið tölvupósti gagnvart þessu efni, Ísrael í dag, gagnvart Ísrael, og efni var til dæmis með að ég hefði talað um Palestínu og þetta vandamál, Palestínu vandamáli, sem er mikið vandamál, ég viðurkenni það er virkilega mikið vandamál, en ég ætla ekki að eyða tímanum með að tala um það núna, ég get gert ef til seinna, og ekki mjög langt þangað til, þá mun ég vera einn í þættinu hérna, og þá mun ég vera frjálsari að tala um slíkt efni. En ef að þið ykkur langar til að fylgjast með þessu, hvað er að ske, þetta svo kallar Palestínu vandamál, eða með tölvu, farið þá inn á Sion.is, Sion með setu, Sion.is, þar er komið stóra grein einmitt Palestínu vandamáli. Það getið lesið það allt saman, og nákvæmlega það sem ég trúi að sé rétt. Mér langar að skjóta þessu núna einu sinni enn, því ég hef gert það í síðasta þætti held ég, eða þar áður ég að það hafa komið margir flóttamenn hingað til Íslands frá Arabalöndunum. Við vitum það, og við vorkennum öllum sem er erfitt, við vorkennum öllum flóttamönnum ef þeir virkilega eru að flýja ástand í heimalandi þeirra, og þeir þurfa að líða mikið, og þá eru þeir sjálfsögðu velkomnir og við viljum hjálpa þeim eins og hægt er. En takið eftir því að allir þeir flóttamenn, nú segir ég gæsalappa, flóttamenn sem koma hingað til Íslands frá Arabalöndunum og við viljum hjálpa þeim, hafið tekið eftir að það kemur engin flóttamaður hingað frá Ísrael. Það kemur engin Palestínumaður hingað frá Ísrael. Ef að þeir hafa svona óskaplega slæmt, eins og margir óvinir Ísraels vilja segja hér á Íslandi, hvers vegna flýja þeir þá ekki? Hvers vegna flýja þeir þá ekki þetta land? Ef þeir líða hungur og erfiðleika og það verður að senda skip með nauðsynjavörum til þeirra, matvörur og annað, af hverju flýja þeir þá ekki? Ég skal segja ykkur svarið. Ég veit svarið. Er ég hrokafullur að segja þetta? Nei. Ég veit að vegna þess að ég er búin að vera í þessu landi 32 ár, hver einasta ári, ég þekki og ég vinn með Palestínuarabum,
og ég veit hvernig þeir hafa það. Þeir hafa það mjög gott, þeir hafa mikla vinnu, þeir hafa það mjög gott á allan hátt. Þeir hafa ekki síður heldur en bara gyðingar sem búa í landinu. Þeir hafa líka sumir slæmt og atvinnuleysi til hjá báðum aðilum. Það er líka tölum allan heim. Þetta nú svolítið nóg núna. Nú skaut ég aðeins áðan, ég heyrði sjálf að mig segja þetta, ef ég væri bara einn í þættinu. Þetta er komin að því. Ég er nefnilega ekki bara einn í þættinu núna, frekar en oft áður. Og ég er svo heppinn að hafa haft hérna í gegnum 13 ár ólíka viðmælendur og sumir hafa komið aftur eftir nokkur langan tíma, sumir hafa komið eftir 5 ára, aðrir eftir 10 ára, aðrir eftir lengri tíma og sumir koma úr ólíkum jarðvegi, trúarlegum jarðvegi. Ég hef haft hérna frá öllum svokölluðum kirkjudeildum og trúarsöfnuðum. Ég hef haft viðmælendur hérna á Omega frá katólsku kirkjunni, frá aðventkirkjunni, frá nær öllum frjálsu kirkju sem hægt er að nefna hér í Reykjavík og svæðinu og Íslandi. Og og enn þann dag í dag er ég með viðmælenda sem ég hlakka mikið til að þið sjáuð og kynnist aftur. Því að viðmælendin, ég ætla ekki að segja allt sem ég ætla að leyfa henni að kona segja meira þegar ég spyr hana vertu hjartalega velkomin í þáttinn Signý Guðbjartsdóttir. Takk fyrir það. Þú varst í þessum þætti fyrir mörgum árum. Já, ég var fyrir... Hvað mörg var það? Alltaf sé ekki svona 10 ár. 10 ár, já. Já, tíminn líður svo hratt hjá mér að svo 10 ár bara eins og bara 1 ár. Já, nákvæmlega. 1 dagur hjá Guðs og 1000 ár. Já. 10 ár síðan, já. Já, cirka. Hvernig stendur á því að þú ekkert breyst í útliti? Ég veit ekki hvort að það sé rétt, sko. Þú þarfst kannski að pússa gleraugnálinn minn. Ég get sannað á eftir með myndum hérna. Já, nákvæmlega, við getum sannað með myndunum. Já. En sem sagt að þið líður vel. Já, mjög. Það er gott að heyra. Og svo ég kynni þig nú meira, svolítið, þó ég viti það, þá er ekki allir áhorfendur sem vita nákvæmlega hver þú ert. En nafnið þitt er mjög þekkt til þeir sem að hlusta á kristilegur útvarpsstöðina Lindina. Þeir heyra nafnið þitt oft þar. Þú vinnur þar. Já. Og ert þáttstjórnandi með að... Já, ég er í fullu starfi á Lindinni og vinn þar sem útsendingastjóri. Þannig að ég svona sitt saman efni til að koma því í tölvuna og vinnum við það dagstælega, en svo er ég með nokkra þætti líka á viku. Já. Þannig að það er bara mjög gaman. Stórkostlegt alveg og yndislegt stöð. Já, ég er búin að vera með frá upphafi. Þetta er orðin 17 ára gömul stöð. Við tölum bara 10, 20, 30 ár tilbaka, þú og ég. Öðruvísið og ég get talað 60 ár tilbaka, sko, sem þú manst ekki eftir. Nei, líklega ekki. Mér finnst það að vera í gær, jafnvel. Já, einmitt. En fyrir rúma ári að þá fór ég fullt starf hjá þeim og er að vinna með Mike og Sílu og fleiri góðu fólki. Já, þetta er mjög gaman, spennandi. Já, og þeir eru margir þættir þar, margir sem koma að með þætti þar, ekki? Já, við erum með útsendingu eins og hér Omega, þá erum við útsendingu allan sólarhringinn og þetta er byggt aðeila á sjálfboða vinnu og við erum með alltaf sé ekki svona 20 mann sem að koma að dagskrárgerð á Lindinni. Wow. Þannig að við erum með mjög góðan og öflugan hóp en erum alltaf að leita á góðu fólki leið. Sjálfsögðu. En þetta er svona byggt... eins og ég er að gera hér. Já, við erum með beinar útsendingar milli 7 og 9 á morgnana, milli 9:30 og 12 og milli 4 og 6 og svo á kvöldin. Þannig að það þarf að manna þetta allt saman. Og þegar við bænastundir líka. Og svo erum við með bænastundir kl. 10:30 á morgnan og 11:30 á kvöldin. Getur þá fólk hringt inn? Já, og það er stórkostleg þjónusta sem í rauninni við erum að veita. Örugglega. Og bara yndislegt að fá að taka þátt í því að biðja með öðrum. Já, og svona, þetta er mjög sérstakt og þetta er svona hálfgjör vina sími líka. Fólk hringir inn daglega til okkar og við biðjum fyrir þeim og þannig að þetta er mikið trúboð og þetta er trúboð, já. Og þetta útvarp, það er rekið af frjálsum framlögum fólks sem er tilbúið að standa á bakvið og hæfur trú á málstaðnum. Já, akkurat. Sama og Omega gerir. Já. Við erum ekki stutt á ríkið eða bæinn einu, það er bara frjálsum framlögum, sjálfsögðu, annars söfnuðir eða einstaklingar sem styðjast. Og svo náttúrulega í rótina þá trúum við því að það sé annað sem stjórnar okkur, bæði Lindinni og þessari stöð, það sé drottinn Guð sjálfur og hann hefur vakið okkur til að gera þetta. Þetta kristniboð sem ég nefndi áðan, þetta er ekki eins og kristniboð var í gamla daga, menn færi út í einhverjum stuttbuxum með trúboðshatt og færi inn í tjöldin hjá svörtum hérna
neðrum í Afríku. Nú bara kristnubóð öðruvísi. Já, það reyndar líka, já, það líka mér, sjálfsögðu. Trúbóð eins og var, já, en við höfum þennan möguleika að geta sendt út allan heim. Já, og það Já, ég hlustaði líka trúbóða fyrir löngu síðan, hann hefði verið í Afríku, inn í þessu svörtu Afríku í skógum, skógi þar og hérna það sem hann var undrandi yfir, það var tæknin var það líka, það var útvarp. Já. Og sumir voru jáfnvel með sjónvarp. Já, einmitt. Svo tíminn hefur líka breyst þar og þannig notum við líka tækifærin til að koma bæði gegnum útvarp og sjónvarp. Nú bursið frá þessu, nú ertu ekki bara að tala um þetta atriði, okkur langar að eyða þessum fáum mínútum sem við hefum hérna eftir, með að tala um Ísrael, því það heitir þátturinn. Já. Og jú, ég hefur spurðað því akkur talað ekki um Íran eða Írak eða Sýrland eða Egyptaland og það er nóg efni þar líka, sjálfsögðu, misjafnlega gott efni á vísu. En nú það bara þannig þátturinn heitir Ísrael í dag og við bara verðum að vera bundin við það og búin að gera það í 13 ár. Ég hef ekki alltaf verið hér í 13 ár, sko, ég hef verið erlendis líka í Ísrael mest og þá var einhver aðri tekið upp og setið hérna þar sem ég sit núna. En þátturinn hefur alltaf verið í loftinu í 13 ár. Já. Fyrir hvað mörg ára síðan varst þú með mér á samt hóp, ég hef verið með bara komast að því svo ég upphefi sjálfa mig svolítið einu sinni, mjög sjaldans ég gerir það. Notaðu tækifæri. Ég hef notað tækifæri. Ég hef búin að vera með yfir 1200 Íslendinga. Það er með 1200 og eitthvað Íslendinga búið Kanada fyrir mig, til Ísrael. Já, það er ekki lítið, já, stór hópur. Og stærstu hópurinn sem ég var þáttakandi með, það voru 200 manna hópur. Já. Og við hefum úrval útsýn. Og, og svo hef ég verið minni hópa, 40 manna hópa, 30 manna hópa og svo framvegis. Og þú varst í einum hóp fyrir hvað mörgum árum? Það ég var einmitt að rifja þetta upp að því að ég var nú að koma til þín og það er akkurat 20 ár. Þetta var í október 1992, þannig að það er 20 ár síðan við fórum. Mér finnst stutt síðan. Já, stutt en samt langt. Samt langt, já, tími líður hratt allavega. En þetta var mjög skemmtileg ferð. Má ég spyrja þig svona, hvað kom til að þú fórst þangað til Ísrael? Þetta var nú mjög óvænt og það er nú kannski gaman að segja kannski frá alveg upphafinu því að móður minn er mikið bænakona. Já, ég veit það. Og einn skiptið sem hún er að biðja, þá finnst henni eins og heilagur andi tala til sín og segja við henni að ég ætla að gleðja hana Signý. Og þetta er nú dálítið merkilegt að fá svona að heilagur andi að Jesú ætlar að gleðja mann. Já. Og mamma svona bara geymdi þetta í hjarta sínu og vissi það að Guð myndi þá gera það úr því hann hefði sagt það. Já. Síðan var hún rauninni bara búin að gleyma þessu og svo líða nokkra vikur og þá kemur pabbi og ég er að vinna hjá þeim. Þau voru með guldsmíðabúð í Mjóddinni og ég var að vinna þar og hann kemur einn daginn og segir, heyrðu, eigum við ekki bara skella okkur til Ísrael, segir hann með mömmu. Já. Óli er að fara í ferð og við skulum bara skella okkur með. Já. En ég vil endilega við bjóðum Signíu með. Og þannig að þau buðuðu mér með sér í þessa ferð og ég er hérna rúmlega 20 og bara mjög gaman og þetta er eitthvað 20 manna hópur sem að fer saman, mjög blandar og skemmtilegur hópur. Já, það var oft þannig. Og við tengdumst dönskum hóp, þannig að við vorum með þeim í rútu og ferðumst með þeim í Ísrael. Og þú baðst mig að vera fulltrúi Íslands á Laufskólahátíð, þar sem að fólk safna saman og fagnar frá mörgum löndum. Já, sína myndir af þau eftir. Já, og það er sem sagt hvert land kveikir og kerti upp á sviði. Jú. Og þú baðst mig að kveikja fyrir hönd Íslands. Já. Og þar sem ég er upp á sviðinu og er að mynda að kveikja á kertinu, að þá finnur mamma þar aftur svona að tala til hennar á þennan hátt ætla ég að gleðja hennar Signý. Og blessa hann og það var það að leyfa mér að fara í þessa ferð. Já, það var sannleitt. Af því það var, sko, Guð, hann vill gleðja okkur á svo margvíslegan hátt og notar aðra til þess. Í þessu tilviki þá var það blessaði pabbi sem að bauð mér í þessa ferð. En þetta að fara í svona ferð fyrir trúaða mannesku eins og mig, alin upp í trúnni og elska Jesú og Biblíuna og ritninguna og fá svo að fara til Ísrael og vera á staðnum er svo magnað og sérstakt. Bara lifandi Biblía. Já, og það bara að fá að ganga þessa götur og það er svo eitthvað sérstakt við þetta land að ég man þegar vorum að fara tilbaka
og þá svona hálf þyrmdi yfir mig. Það kom svona tregi að vera að fara frá þessu landi. Það væri kannski svipað ef ég vissi það að ég væri að fara að yfirgefa Ísland, föðurlandi mitt. Það var svona einhver rosa sterk tilfinning. Og svona, hvenær gæti ég komist hingað aftur? Það var svona fyrsta hugsunin, þó ég hafi aldrei látið verða af því, en þá var tilfinningi mjög sterk og tengslin rosalega sterk við landið. Skrítið svo segir. Þetta er sama tilfinningu ég fæ hvert einasta skipti sem ég þar. Ég er búin að vera 32 ár þar hverju ári. Hvers skipti sem ég fer þaðan, það er eins og ég sé að fara að heiman. Og þegar ég er að hugsa núna, ég vil gjarna fara bráðlega, þá eins og ég vil sé að fara heim. Þó ég sé fættur hér á Íslandi og þá má orða þetta þannig, tilfinningalega. Svona þegar maður veit að fólki sem er að fara, þá svona samgleðs maður veit að þetta verður svo sérstakt að fara til þessa lands. Þannig að þetta var yndisleg ferð, það er mjög gaman að fara og sjá þessar slóðir. Hérna mannstu eftir sérstökur stað sem vakti sérstaklega athygli þín eða upplifið sérstaklega eins og þú kallar tilfinningar af blessun? Já, það var náttúrulega margt sem var mjög sérstakt sko og sáum mjög margt, en það var garður það sem gröfin var og gröfin er tóm. Það er eitthvað við þennan stað sem að mér fannst eins og ég væri, af því nú fórum við á mjög marga staði, en þessi staður hann hafði mjög sterk áhrif á mig. Mér fannst bara eins og ég væri svona á helgum stað og það var svo gott að við fengum bara að labba svona garðin, það var dálítið svona hver bara á sínum vegum að bara labba þennan fallega garð. Ég held að minnir að það hafi verið Bretar sem að sjá hann, er það ekki? Jú, lávarður. Og breskur lávarður. Já, og maður var settist þarna við einhvern stein og var að biðja og það var svo mikill friður og það var svo gott að biðja og þetta var svona eftirminnilegasti staðurinn í ferðinni. Já, þetta segja allir sem hafa verið. Ég er búin að fara með marga hópa að allir upplifa eitthvað stórkostlegt á þessu stað. Og ég veit, sko, þessi lávarður, þetta var á 1800 eitthvað, 19. öld, sem að hann bjóð þarna hinum við múrana og var alltaf að leita á þessu stað sem héti Kalveri eða Golgata. Og það eru fleiri staðreindar þarna nákvæmlega sem eru kallað Golgata, hausaskeljastaður. Og þar sem afbrotamenn voru teknir að lífi, krossfestir, aðalega hjá Rómverjum. Og hann er að líta út gluggann hjá sér og þá sér hann þennan stað, eða klett sem að líkist þessu hauskúpa. Og hann lét grafa upp þessum garði sem var bara í mold og í niðurníslu og þegar það búið að hreinsa allt til þarna þar er opnast gröf þar og þegar athuga þessa gröf þá kemur í ljós að hún hefur aldrei verið notuð. Það hefur aldrei verið aldrei notuð þannig laga sko og hún var tóm og þá tók hann þetta sem boð að þetta væri staðurinn sem að Jesús hefði verið grafinn og þarna rétt hjá sem hann hefði verið tekinn af lífi, hausaskeljastað eins og Hallgrímur Pétursson kallar þetta á hausaskeljastað, Golgata, orðið Golgata þýðir það raun og veru. Og síðan eru Bretar sem eiga þennan stað og þeir hafa látið ræktað upp og eru gífurlega fallegur og þarna koma hverju árið tugþúsundir, allt árið af mest kristnum ferðamönnum og mest þetta svona, hvað ég kalla evangelískar eða mótmælenda kirkjur sem koma þarna og vegna þess að þarna er ekki neitt svona eins og hjá mörgum katólsku kirkjum mikið helgimyndir og kerti og svo framvegis, þarna er bara einfaldleikinn, bara gróðurinn er þarna og svo þessi tóma gröf. Og ég hef tekið eftir því að menn fara inn í þessa gröf og komast út aftur, þá komast svolítið með sjokki, hvað stóð þarna þegar þú fóruð út? Það stendur upp á skilti, hann er ekki hér, hann er upprisinn. Hann er ekki til það lengur. Og þá er ég oft spurður að sko, er þú vissum að þetta sé staðurinn? Eða hinn staður, það er nefnilega annar staður líka, kirkja. Svo ég segi, nei, ég hef ekki hugmynd hvort að þetta sé staðurinn eða hinn staðurinn. Það er ekki aðalatriðið að það sem skeiði. Og þessi mynd þarna á þessum garði, hann er svo mikið boðskapur í þessum garði raun og veru. Og þetta er mikið lofgjörð og bænalíf allan sólarhringinn. Þess vegna getur verið eins og þú segir réttilega þú finnir blessun á staðinu vegna þess að þarna hefur verið svo mikið blessun. Hún er bara í loftinu. Svo við sjáum myndir af þessu rétt og eftir. Þetta var staður sem var... Já, það er náttúrulega bara margt sem að var
það bara svo margt eftirminnilegt. Við fórum hann náttúrulega í Jerikó, við sigldum á Galileuvatni. Já. Og við fórum inn í Eyðimörk þar sem að því við vorum alltaf að taka þátt í þessari hátíð, laufskálahátíð. Og þá fórum við með þessum stóra hóp, eða þeir sem tóku þátt í þessu móti, fórum þarna inn í Eyðimörk og var það ekki þá sem að var ekki einhver svaka hvað heitir það? Skorpjón sem var á bækinu á þér, hvítur. Hvítur, banheitraður. Það var stungið mér, þá var ég ekki hér í dag. Svo erum maður að hlæja þessu. Já. Það er ekki að hlæja þessu núna, allt í lagi. Já, en ég held að ég hef komið með mynd sko af því að það var líka það fengu allir að borða. Já. Þetta var náttúrulega þúsundir manna. Já. Þannig að þetta var mjög sérstakt. Og það sem að mér fannst líka sérstakt við Ísrael, það var að sjá, sko nú erum við hérna í Reykjavík og það öll hús blá og græn og það timburhús og það bárjashús og alls konar hús. Og sem þykir nú dálítið sjarmerandi við landið okkar. En svo kemur við til Ísrael og þá má bara byggja ákveðið úr Jerúsalem stein og ekkert annað. Og einhver reynir eitthvað annað þá það bara rifið. Já, rifið, það má ekki byggja. Nei, og það gerir náttúrulega staðinn alveg svakalega sjarmerandi og sérstakt. Já, þetta steinar úr Móríafjalli, úr hæðinni. Þetta stórkostlegt. Og þetta svona hlutir sem maður vissi ekkert og margt sem maður fær að sjá þegar maður fer í svona ferð. Þú minnist á steinana, ég kannski minnst á eitthvað sem hér áður að fyrstu áhrifin mín voru upp á Olíufjallinu. Ég bjó þar í arabísku hóteli, hérna hér Pilgrimspalace Hotel, ég man ekki hvort að þið bygguð þar þá. Jú, við vorum þar. Var þar, já? Já, það er arabískt, já. Og kristnir arabar sem reka það. Og þá var það að ég fór upp á Olíufjalli ásamt sænskum manni og sáum yfir múrana á gamlu borginni og það var eins og þeir geisluðu. Og ég skildi ekki alveg hvað þetta var og mér var sagt seinna með hvað ástæðan væri. Það var á degi til, það var sterk sól þar, það svo steinandi getur dreigið að sér birtuna og svo endurvarpaði hann aftur í sólsetur. Þetta er stórkostlegt, þess vegna er kallað The Golden City, gullna borgin, út af þessu, að steinarnir þeir tala. En svo kemur fram í öðru vettvangi í biblíuna, ef þessi þegja þá munu steinarnir tala. Þannig eins og þú segir réttilega að steinarnir bara í Jerúsalem, þeir tala, þeir hefur mikið að segja. Já. Nú að þú tala laufskálahátíðina, þá komum við með nokkra myndir hérna, þú komst með nokkra myndir og ég líka. Og ég bara, til að byrja með kem ég hérna ein mynd sem tekið úr göngunni, þá voru þúsundir manna sem gengu í Jerúsalem göngunni á maður staðum. Og það sem ég tengdu kristna sendiráðin í Jerúsalem, kristna sendiráðin heldur fast við þennan biblíulega sið að halda laufskálahátíðina. Og mér þykir oft undarlegt að en kristna kirkja hún hefur einhvern veginn gleymt laufskálahátíðinni. Hún talar páskahátíð og hvítasunnuhátíð, en þriðja aðalhátíðin, hún er ekki nefnd oft. Þó hér á Íslandi sem betur við erum að vekja athygli á laufskálahátíðinni og erum farin að halda hana hér á Íslandi. Núna fyrir stuttu síðan, þegar þessi þáttur er upptekinn, þá var það bara í 5. skipti og gífurlega margt fólk sem farið að taka þátt í þeirri hátíð. Nú, svo burtséð frá því, þá er þessi mynd hérna, hún er tekin nefnilega þegar þið voru þar, manni. Og það vakti athygli mína þegar ég sá þessa mynd, það var þarna ísraelskur hermaður inn í þvögunni. Og þarna ísraelski fána sjálfsögðu fyrir aftan, hann, og þarna taka þeir þátt í Jerúsalem göngunni. Og ykkur spurði mig, ekki arabar sem taka þátt í henni líka? Jú, það eru líka arabar, kristnir arabar. Ekki múslimskir taka frá, en kristnir arabar þeir taka þátt í göngunni. Og það eru 20.000 manns sem taka þátt í göngunni. Við erum eitthvað 7.000 sem kristnir eru. Já. Nú svo hérna í hátíðinni, á hátíðinni sjálfri, þá byrjar alltaf fyrsti dagur hátíðina með því eins og þú sagði réttilega á þann að þáttakendur, einhver fulltrúi hópa, er beðin að koma upp og tendra ljós fyrir sitt land. Og þarna vorum við ásamt Dönum og þessi mynd er danskan mann sem heitir Pétur, ég þekki hann og reynda frá Danmörku. Pétur heitir hann og hann er að kveikja ljós fyrir Danmörk. En hann var með okkur í hópnum, því þú sagði réttilega að við vorum með Dönum í hópnum. Nú þá voru Færeyingar þarna líka. Og það var dálítið óvænt að sá sem kveikti frá hönd Færeyinga var Íslendingur. Já, akkurat, og hérna mynd á honum. Og hann er með færeyska fána, en hann var þekktur, hann bjó í Færeyjum og hann var þjálfari fyrir knattspyrnudeild Færeyja og á þeim tíma, mörg ár síðan, þeir unni Evróputitilin í knattspyrnu í Færeyjum og hann stjórnaði því. Nú svo kemur
þátt, það nú á öðru tímabili þar annars sem tekur þátt í þessari hátíð, ég tek bara myndina með á marga fleiri myndir en þessi trúbróður okkar, ég þekki svo vel hann og fjölskyldans, hann Einar Jakob og er læknir í Noregi í dag, geðlæknir held ég, og þannig hann að takast, hann var í hóp sem ég var með, ég man ekki hvort á undan eða eftir, og hann var fengið til þess að tendra ljós þarna. Nú það mikil hátíð í loftinu og eins og ég segi, það var hægt að segja mikið meir hátíðina. Ég hef nú haft einn eða tvo þætti hér á þessum Omega bara Laufskála hátíðina og hátíðirnar yfirleitt, það bara efni út af fyrir sig, bara marga þætti tala hátíðina. Og það var náttúrulega mjög gaman að tengja svona ferð að taka þátt í svona hátíð og líka það hátíðin tók þá ekki alla ferðina, heldur var þetta bara lítill hluti af ferðinni. Mér minnir að við byrjuðum náttúrulega að fara inn, vera við Galalöguvatn, gistum þar í eina eða tvær nætur þar. Já, Tíberías manni. Já, Tíberías og svo fórum við og tókum þátt í hátíðinni og síðan héldum við áfram ferðalagi okkar. Nei, það var 14 daga ferð, það var gott að vera svona 13-14 daga, það finnst mér. Nú hérna sjáum við mynd af þér sem að þú tendrar á ljós fyrir Ísland. Nú geta áhorfendur sér að ég hafði rétt fyrir mér. Þú hefur ekkert breyst. 20 ár. Já, kannski eitthvað. Já, þér finnst það en áhorfendum finnst það ekki. Ekki mikið, en það væri náttúrulega óeðlilegt og vera alveg eins. Já, segðu við. Ég myndi ekki kerra mig að vera eins og ég var þegar ég var 12 ára, 13 ára. Maður hefði kannski ekki viljað líta út eins og 46 ára þegar maður var rúmlega tíð. Nú og þessari hátíð þá sáum við mikla lofgjörð. Þannig stúlka sem við tókum mynd af sem að lofa Guð með uppliftum höndum. Og það var svo gaman að sjá fólki sem tók þátt í hátíðinni, allir dansararnir sem kom inn með fánana og ég man ennþá það sem að mér fannst svo yndislegt að ég var svo gaman að fylgjast með dansörunum og þeim sem að tóku þátt í þessu, það var svo mikið gleði og þetta var alveg fagnar hátíð, þau endurspegluðu það svo vel. Já, þú minnist réttilega á þetta dansarna. Nú hérna mynd af þessu danshópur sem dans einmitt á hátíðinni þessari, á pallinum, svo var það, lofgjörðahópur í dans og svo tekur bara allur salurinn þátt í þessum dansi sko. Fólki gengur í kringum maður gæti farið einmitt út úr bekkjunum og dansað með hinnum. Og þetta er hábiblíur, þetta dansa í lofa Guði dansi, söng og dansi. Ég glemdi eftir að tala mikið meira þig sambandi við samkomur og annað slíkt. Myndum á það eftir. Áður ég geri það, þá sjáum við áframhaldandi dans á hátíðinni. Og ég fyrir svolítið hratt yfir vegna þess að ég af eigin reynslu þá veit ég hvað tímanum líður þó að viðmælandi minn stundum hef ekki hugmynd það og þá er einn mynd sem ég held að ég hef tekið líka þar sem er fólk í salnum þannig tegur 8 til 10.000 manns og Svalir líka með uppliftum höndum og lofa Guð og þetta er líka tekið á þeirra hátíð gífurlegur fjöldi ég geti sýnt marga meiri myndir ég ætla að draga aðeins úr því en þó langar mig að koma með að því þú myndist á Gordon Golgata garðinn, ekkert Gordon lávarðurinn sko, þess vegna kenndu við hann, eða Garden Tomb heitir á ensku, þessum gröfin tóm þetta er tekið úr þeim garði, þessum að þú situr þarna greinlega og hefur upplifað þessu miklu blessun sem fylgir þessu að vera í þessum garði til minningar það sem að skeiði í garðinum með mig. Nú sambandi við lofgjörð á samkominni, svo tölum við hann aftur, þannig getum við að séð fólk, þessu tilfelli stúlku sem krjúpa niður og lofa Guð. Manni finnst sko í raun og veru, eins og þú segir réttilega, fyrir hinn trúaða mann að fara til Ísrael er annað heldur en að fara sem maður sem er bara forvitnir landið og eins og getur farið til annarra landa. Það er ekki það sama. Nei og líka, þú veist, maður er búinn að lesa reikninguna, þú veist, og svo verður þetta eins og ljóslifandi fyrir manni þegar maður kemur á staðinn. Já, akkurat. Því ég er nefnilega heyrt líka eina persónu reyndar, bara öllum þessum fjölda sem ég veit hefur farið þangað. Ég er nú bara yfir 1200, en þessi persóna, hún fór þarna og hún fann enga blessun, ekkert sérstakt við þetta.
og hún fær bara allt öfugt við þetta. Hún var alveg á móti öllu sem ég hafði áhuga fyrir, svo ég bara átti erfitt með að skilja þetta og ennþá erfitt með að skilja þetta, því ég veit að þessi manneskja, hún nú vel trúið og allt það, en hún átti ekki þessa tilfinningu í sig. Svo getur líka fólk verið sko illa fyrir kallað og illa á þá, það getur... Ég meina til hún sagði við mig sko, Ólafur, ég ómögulega þessi trúiði gyðingar, ég sá einn með sígarettu í hendinni, þetta fannst henni alveg voða, þetta eyðilega alla ferðina hennar, hún sá einhvern trúaðan mann með sígarettu. Nú, ég veit ekki að sígarettan hvergi bannaði það í Biblíunni reyndar að reykja, en við gerum það yfirleitt ekki hér í okkar kristinsamfélagi, en við formælum engað þó að sé háður tóbaki. Nei, og maður nú kannski ekki að horfa á þessa hluti þegar maður heimsækja Ísrael, maður vil kannski bara... Ég held nú að bara grunnurinn hafi verið bara innst á móti landinu. Já, njóta sögunar og vera á staðnum, það náttúrulega margt sem að maður sá uppliði Olíufjallið og Grátmúrinn og Ég hugsa Olíufjallið, þetta er staðurinn sem að Jesús fór upp til að biðjast fyrir og þaðan fór hann til himins. En svona er þetta að allt segir þetta eitthvað úr Biblíunni, eins og Olíufjallið nefnir réttilega, hann fór þaðan til himins og þangað kemur hann aftur. Þannig að Olíufjallið er gífurlega merkilegur staður fyrir okkur sem trúum. En áður en að þessi hópur tók þátt í Laufskálahátíð göngunni, þá var þessi mynd tekin hér. Já, það var sko, þetta var þessi mikla ganga, þetta náttúrulega fólk var að koma úr öllum löndum, þannig að við vorum öll merkt. Og svo man ég eftir að sko hver hópur, hvert land var að syngja og söng. Þannig að svo blandaðist þetta, við vorum að syngja okkar kóra og svo var kannski næsta land fyrir aftan okkur, það var að syngja líka. Manstu eftir þessu? Þetta var allt í einu. Já, og ég man að við vorum oft sko að syngja með dönunum og það var einn úr hópnum okkar sem var svona, við þurfum nú að syngja eitthvað íslenskt, því við vorum náttúrulega sérmerkt þarna en við svona tengdust oft þessu frábæra danska hóp og þau voru sko, maður sá að þau komu með það bara með það í huga að bara vera bara í lofgjörð og vera, þau voru í bæn, þau sungu mikið, héldu mikið að samkomum, það var yndislegur hópur og þannig að við gengum dálítið inn í þetta sem þau voru að gera sko. Þetta er líka tekið úr þessum hóp sem þú ert með í. Já, þarna vorum við stoltir Íslendingar. Eins og við erum alltaf. Og ég man að við vorum einmitt áður við fórum, hvernig eigum við nú að merkja okkur og þetta var niðurstaðan að vera í hvítu og ofan og vera með þessa fínu borða, þannig að við vorum alveg vel merkt þarna. Það var bara fínt. Svona ein mynd sem er svona brosleg. Ég ætla að koma hana svo eftir, en hérna er mynd af foreldriðinum, móðurinni sem að fekk orð frá drottni að þetta blessa þig og faðirinn sem er mikill Ísraelsvinnur, veit ég, gegnum mörg ár. Já, þau nautuðis, við vorum einmitt að rifja upp þessa ferð bara fyrir nokkrum vikum, það er alltaf gaman að ylja sér á góðum minningum. Já, einmitt. Svo er eins og svolítið brosleg mynd hérna af þér. Hvað er að skeið hérna? Þetta var svolítið erfitt. Ég reyði ekki alveg við þetta þegar hann var að reyna að komast upp Úlfaldinn. Já, ég held ég væri algjörlega detta og þeir höfðu svolítið gaman að þess að kalla þig. Maður sér það að þeir... Þessi arabi sem er með Úlfaldan, hann er góð vinur minn reyndar. Og hann notar þetta mikið fyrir ferðafólk að fara upp á Úlfaldinn. Og þetta er þó að, sko við vorum náttúrulega ekkert inn í Tel Aviv og við vorum náttúrulega á þessum bara biblíuslóðum. Og þetta er svona dálítið önnur menning og það er eins og fyrir mig að hafa bara farið kannski til Glasgow og Skandinavíu og eitthvað, þá var mjög gaman að fara til Ísrael og ganga inn í aðra menningu og upplifa aðra hluti, þannig að þetta var heilmikið ævintýri og sjá svona munin að bæði milli gyðinga og araba og sjá það líka að vera í sátt og samlyndi og margt annað, maður sá annað, hafði annað ljós yfir þetta. Já, heldur fréttir segja. Þannig að þetta... Góður vinskapur á milli araba og gyðinga í Ísrael og ekki minnst í Jerúsalem. Svoleiðis að ég hef ekki orðið varið við annað, þetta voru til hryðjuverkamanna tímabili sem að gerði ógnir árið 2002 og 2003 sem hefur nú minnkað sem betur fer, en það er ennþá svona órói í mörgum sem vilja eyða landinu Ísrael, eins og veist. Bara áður í sleppi þér alveg í sambandi við þessar myndir þá var það þannig að ég vissi að foreldrar þínir og ég man ekki hvort að þú líka, þeir fóruð til Beit Jala sem er skóli, skóli vonarinn. Já, við fóruð þangað. Þið fóruð þangað. Ég man að það eftir kaffinu sem við fengum þar. Fannst þér það gott?
var sterkt. Það var dálítið sterkt. Arabískt kaffi. Já, þetta var bara svona kaffileðja í botni. Já, mér finnst það ógott. Arabískt kaffi. Ég held ég hef nefnilega allavega verið byrjað að drekka kaffi á þessum árum, þannig að þetta var dálítið mikið koffein. Já. Jú, við fórum þangað. Ég var að fá mynd nefnilega daginn sko af fyrir nokkuð síðan af nemendum hérna í skólanum sem við Íslendingar styðjum. Já. Og það ennþá verið að styðja þennan skóla og það byrjaði í Vestmannaeyjum fyrir 18-19 ára síðan og þeir halda fast við að styðja ákveðna nemendur þar og það er bara eins blessun í því. Þetta er hópur sem er tekinn þarna sem ég tók mynd af nemendum í skólans. Þetta er svona bara utan þetta hérna ferðasögu okkar eða þinnar til Jerúsalem. Og það væri kannski gaman að sýna myndina af hópnum í heild sinni. Af því hún er nú hérna, þetta er hópurinn sem fór. Þetta var mjög skemmtilegur hópur sem að við fórum með. Þetta var blandaður hópur og mikið ævintýri að ferðast með þeim. Já, einmitt. Og þetta er tekið hérna, ef ég sé rétt, þá er þetta tekið við eyðimörkinni rétt hjá Masada-fjallinu. Já, við fórum þangað. Masada er þekkt fjall þar sem að gyðingar árið 150-200 eftir Krist héldu vörðum fyrir óvinnu sko, byggjum virki þar og þeir gótu verið þar í langan tíma. Voru 900 manns upp á þessu Masada-fjallinu. Þeir ræktuðu þar eða höfðu dýr þar en Rómverjar þeir vildi eyða þeim líka og þeim tókst það og hinn í frömdu sjálfsmorðið sagt 900 manns sko, eða letu hvern annan drepa sig, ég menn ekki hvernig sagan var allavega, þá var þetta bæði sigur og ósigur við Masada. En í dag segja hérna, þeir sem að taka þátt í varnarleginu Ísrael, þeir fóru alltaf að fara með þá fyrst upp á Masada og það var hrópað aldrei aftur Masada, aldrei að gefast upp. Svo veist að það hefur mikla sögu þetta atriði. Ég held að þessi mynd hafi líka verið. Þá erum búin að komast að þessu. Já, þetta er ferðasagan dálítið. Ég vil ekki segja hvað tíman líður hratt, en hann er bara ekki mikið eftir. Nei. Ótrúlega sé. Ég hef ekki kynnt þig ennþá að nú myndi ykkur brosa því að segja þetta að þú hefur verið valinn sem öldungur í Hvítasunnu kirkjunni í Fíladelfíu á 1802. Hvað þýðir þetta að vera öldungur fyrir unga fallega konu? Að vera öldungur, já. Hvað liggur í orðinu öldungur? Sérstakt nafn, en öldungar þeir eru stjórnsafnarins, reyndar hefur þetta eins breyst í kirkjun okkar. Það var hér áður að það var fóstumar og svo voru öldungaráð, en núna erum við búin að tvískipta þessu. Það er líka til rekstrarstjórn, þannig að þeir sjá rekstrarstjórn sér svona praktíska hluti kirkjunar og tekur á svona þess konar málum. En öldungar sjá svona andlu hlið kirkjunar með fóstumönunum. Og hérna... Er það eins og þessu hirðar eða? Já, þetta er svona að vera safnaðar hirðir. Hirðarþjónusta, já. Og við svona sinnum fyrirbænaþjónustu og samkvæmt orðinu, þá eigum við náttúrulega að vera hirðar fyrir safnaðar meðlimi, stuðningu við fólki og svo erum við náttúrulega, tökum við þátt í uppbyggingu safnaðarins, skipuleggjum með fósturmanninum og aðstoðfósturmanni samkomur og það sem er framundan og öðru mót og svona tökum á kannski andlegum málum. Það með öðrum orðum heilmikið í starfinu? Já, þetta er heilmikið starf og bara mjög yndislegt að hafa fengið að taka þátt í þessu. Já. Ég man nú eftir mörgum ára síðan, þá var ég nú í þessu samfélagi líka og reyndar en þá voru hérna öldungar og þeir voru nú öldungar í þeim skilningi orðsins sko. Já. En það voru enga konur, en það hefur breyst. Það hefur breyst. Já, svona jafnrétti meðal kvenna. Já, þetta Alice var kosin inn fyrir 2-3 árum og nú er hún flutt til Þýskalands. Þannig að það eru, ætla að segja þá ekki 3 ár, ég ætla að segja ekki orðið 3 ár síðan að fyrsta kona var valin inn sem öldungur. Já. Það er alltaf merkilegt, tímamót, má segja. Já, það er það. Já. Og það hefur svo sem ekki, hefur alveg þótt ástæða til þess að gera þetta fyrr. Það var ekki ákveð fyrir 3 ára, nú er þetta í lagi. Það voru mikla breytingar og fólk var að flytja út og það vantaði að vera öldunga. Þannig að þetta er nú oft ævistarf, þeir eru mjög lengi þannig að það er ekki alltaf verið að taka inn öldunga. Er þetta ævistarf? Já, maður segir svona, reyndar ekki en fóstuðumenn, er það... Nei, þetta er náttúrulega reyndar, það er endur skoðað að 4 ára fresti. Það er söfnuðurinn sem að
Forstöðumaðurinn sem öldunga, hann leggur til hverjir verða valdir sem öldungar og síðan það söfnuðurinn sem að kýs það. Hefur með það að segja, sko. Þannig að það fer svona fram kosning hvort að hugurinn að velja þennan einstakling, sko. En ég mani hérna bara þegar maður var alls upp og þessu öldungar, það var ekkert verið að skipta út öldung og þetta var svo bara eins og æfistað. En eins og núna þá eru bara, fólk náttúrulega valið yngra inn og það eru breytingar, það fólk að flytja út og flytja og alls konar. Ég tek eftir því, til dæmis þessu samfélagi, þessi kirkju sem þú tilheyrir og ég kem, það hérna áberandi mikið hvað ungt fólk í þessari kirkju, finnst mér, áberandi mikið, bara þegar maður kemur á samkomu, til dæmis á sunnudagsmorgni, sem að mér finnst stórkostlegt í raun og veru í dag, ef maður kemur á sunnudagsmorgni klukkan 11 þá er kirkjan nærri full af fólki í öllum bekkjum og það var ekki fyrir nokkuð mörgum árum síðan, það var bara 40-50 manns, nú eru bara salurinn fullur og kórinn, stór kór og mikið söngur og gleði á hverjum sunnudagsmorgni. En það sem að náttúrulega mjög sérverandi við kirkjuna og þetta er náttúrulega fullorðin kirkja, að það allar kynslóður í þessari kirkju og ég var einmitt að tala á samkomu í eldri borgunum í Fíladelfíu daginn. Ég mista því. Og þegar ég horfði við salinn að því að maður hefur náttúrulega þekkt fólki sitt alla ævi, foreldra sína og eldri systkini og þetta er fólk sem fylgt manni alltaf. Og svo horfum maður við salinn og þá getur maður sagt, þetta fólk, mikið af þessu fólki hef ég þekkt alla ævi. Þú veist, foreldrar minni frelsast því ég 4 ára. Þannig að þetta er svo mikið forréttindi að fá að alast upp í slíkri kirkju og að hafa eins og með þig, ég hef þekkt þig alla ævi og mér finnst svo yndislegt að fá að vera í söfnuði þar sem að maður getur og ég hef ekkert breyst heldur og þú er ekkert, ég þarf að bæta því við að maður skuli þó að sé mikið ungu fólki í kirkjuna þá er líka mikið af eldra fólki sem hefur fylgt manni alla tíð og maður hefur lært mikið af og hefur verið svona stólpar safnaðarins. Ég ekki að segja það getur auðvitað yndislegt í öðrum kirkju líka með samfélag eldri borgara. Ég til dæmis þarna mikið gert fyrir eldri borgara, komið saman og ég frétti af þessum fundist þú út að tala að það hefði verið bara tróðfullt af gífurlega margt sem komið það saman. Og það ekki út á aldrunni kannski, ég bara glemdi því. Já, kannski aldrun. Og það hringir enginn í mig. Nei, það lætur enginn vita. Ég sagði byrja á því að segja frá því að ég var nýbúin að lesa bókina hans eða að lesa hana, bókina með honum Billy Graham, þar sem að hann fjallar svona ævikvöldið og þessi síðustu ár og við eigum ekki að leggja árar í bát, við eigum að halda í köllununa og þjónustuna og hann segir þennan brandara að það voru eldri hjón sem að voru stoppuð, fengur hraðasekt, það voru ungu lögreglumæður sem stoppaði eldri hjónin og gamli maðurinn segir því miður, þetta er bara orðið þannig að við verðum að keyra svona hratt annars erum við búin að gleyma því hvert við förum. Þannig að þetta þú kannski kannast eitthvað við. Nei, ekki alveg þetta, en svona alltaf því, bara annarri mynd. Já, ég skil þig. Já. Jú, það ýmislegt sem fylgir æskunni og einum eldri, en mér finnst yndislegt og ég veit að það er öðrum samfélagi líka yndislegt og það er svo, við finnst gott við til dæmis þetta samfélagi Háttun 2 í Fíladelfíu að við heyrum aldrei tala niður til annarra samfélaga og það er yfirleitt talað upp svona hvatning að við séum öll eitt og eftir minni trú og eftir þess eldri ég verð þá sé ég betur að kirkja Guðs, hún er ekki bara hús uppi Háttun 2 eða hús með einhverjum turni og krossi á. Kirkja Guðs er bara ég og þú, bara við erum kirkja og það er nefnilega dásamlegt að skilja það þannig líka. Og bara mikilvægt að við séum bara einhug það að efla kirkju Krists á Íslandi. Akkurat. Að hún sé öflug og hún stækki, hún vaxi, hún gerir það aldrei á einum stað, hún gerir það víðsvegar landi. Og við getum haft ólík sjónarmið á vissum sviðum í sambandi við boðun orðsins kannski og áhersluna hvernig við boðum orðið og það er svona mismunandi hjá einni kirkju til annarar, hvernig við gerum það. Sumum finnst þetta á mikið og öðrum finnst þetta á lítið og svo framvegis. En hvernig það er að þá blessum við hvort annars og það finnst mér mjög gott. Og það er líka skeið síðustu nokkur ár að forstöðumenn þess ólíku kirkjudeild og samfélag koma saman einu sinni viku jafnvel á tímabili í Valsheimilinu og bænastund og gera ennþá. Gott að heyra það. Og það er bara mjög jákvætt og við þurfum ekki að vera eins en við þurfum að vera eitt og það er tvennt ólíkt
og að vísu vildi ég allir vera eins og ég. Já. Skilur við? Já. En nei, og stundum, og þakka ég Guði fyrir að það skulle ekki vera reyndar fyrir nánrót í það. Í sambandi við ætla ég að spyrja þið áðan svona lúmskri spurningu, en þó biblíulegri. Af hverju ekki dansa meira í Fíladelfíu á samkomum? Ég held að sé aðalega feimni. Já, það ekki. Ég held það. Mér döðlangar til að hoppa stundum. Það er nefnilega að sumir segja, hvað mér langar að fara fram og hoppa. Já. Við erum eitthvað hræddu hvort annað. Já, veistu það, ég hef stundum haldið að sé bara hreinlega það að sviðið sé á langt frá salnum. Já. Hann er hærri, það er eitthvað svona eins og þetta sé svið og svo er salurinn. Upp og niður, já. Já, að myndast einhver, ég veit það ekki, en það gerist einstaka sinnum þó. Það væri náttúrulega að hlaupa og dansa kringu salin. Já, nóg er plássið. Já, hringtorp, svona hringdansar. Já, það gerist svona einstaka sinnum þegar eftir ykkur góð prédikari koma til þess. Já, einmitt. Og hérna. Já, kvotmóti, já. Já, en við erum eitthvað pínu feimið við þetta. Nú var ágættur prédikari hjá ykkur fyrir stuttu síðan. Ég hlustaði á hann á Lindinni reyndar. Því að heilsa mér var ekki nógu góð, en gott að geta að fara á Lindinu, svo áhörundur viti það núna, að það er að fara á Lindina og sjá samkomundar á sunnudagsmorgun klukkan 11, bara fara og það bara beint. Já. Og ég tók eftir þessu ræðumanni sem mér fannst mjög góður og margt bara, hann svona kom lífi í margt sem hefur verið svona þokukennt hjá okkur og eins með að vera ekki hræddu hvort annað, að lyfta upp höndum og svo þannig. Það myndi mig á nefnilega í gamla daga, sem ég finnst stutt síðan, að þá máttum við ekki lyfta upp höndun nema hingað öxlum. Ég meina þetta var svona. Þú maður kannski ekki eftir þessu. En ég maður þetta. Ef fólk lyfta upp höndunum hærra, þá var bara að stoppa niður. Það var ekki neina leikfiminsæfingar hér. Sko. Þannig að þetta hefur breyst. Nú lofar fólk Guð með upplyftum höndum og jafnvel klappar undir lofgjörðina og sem ekki var algengt þá. Þannig ég er ekki að lasta tíma sem var, en tímarnir hafa bara breyst og eru meira frjáls í dag sem betur fer. Já, svo má það líka segja eins og þú sér akkur ekki dansa meira í Fíladelfíu. Það er ekki gott að þvinga neitt fram. Þetta verður að koma, sko eins og þegar að við höfum gert þetta, við fyrir fram á dönsum og svona, þá er það svo yndislegt og gaman, sko. Og en það væri mjög erfitt að þvinga það fram, sko. Það verður að fæðast fram, sko. Það er ekki hægt að þvinga lofgjörð fram heldur. En ekki það að það sé bannað eða óæskilegt eða ekki vel liðið, heldur bara einmitt, þetta er góð spurning. Hverju dönsum við ekki meira? Við hefðum svo gott að því. Við erum búin að leggja þessu spurningu fram. Nú sjá þúsundur hennar þátt, sko, voruðum allan heimreynda. Kannski bara verð ég fyrst fram á sunnudaginn. Kannski er þess vegna sem ég fekk þitt þessum öldungusvefnar, eins og þú eru áhrif þar. Já, einmitt, þú eru áhrif þar. Já, en þetta er, og það er stundum gott einmitt heima að sitja á góða músík og reyfa sér eftir henni. Ég ætla ekki að segja hvað ég gerir heima eins og all. Ég er ekki eins og mjög kött núna sem getur kæfta frá. Nei. Þannig að þetta er allt á Biblíu. Já, sem betur fer, það er það. En það er eins og þú segir réttilega, við getum ekki þvingað þetta fram. Við getum ekki búið til blessun Guðs. Við getum ekki skapað lofgjörðinni í heilugum anda. Þetta verður að koma af hjartanu og andilega verður að leyfa það. En því stundum er maður þannig í lofgjörð að einmitt maður bara getur ekki verið kjör. Já, akkurat. En svo er sumum þetta svo eðlislegt og þeir eru ófeimnir og það þarf þarf ekkert eitthvað mjög sérstakt andrúmsloft til þess að fara að dansa. Ég teki eftir í kórnum í Fíladelfíu, það er einn og einn sem er svona frjálsari en annar og þá teki ég eftir að hann voga sér hoppa aðeins að hreyfa sig aðeins og einhver stúlkum hleyfi sig aðeins meira en áður. Þetta er allt kannski, við erum ekki að búa þetta til, það er alveg rétt hjá þér og ég veit bara eldra fólk líka hrifða þessu þó það tek ekki eins mikið þátt í en boðskapurinn eins og ég byrjaði með að þátt boðskapur þessara stöðvar er Jesúa. Nú nota ég þetta orð, ásetturáði nota ég þetta orð bara til þess að koma áhörð með skilningum að nafni Jesús er í öllum ritningunum, allri biblíunni, nafni Jesús. Og það er bara aðeins eitt nafn sem við trúum á, sem milli Guðs og manna, sem okkur sé ætlað fyrir hólpnum að verða. Þess að stendur í Postulasögunni 8. kafla. Það er bara hans nafn, Jesúa, má segja það. Og kristnir mega segja Jesúa eða Jasúa, það þýðir nákvæmlega sama. Nú Danir segja Jesús og svo segja Jesus og svo segja Svíðarnir á annan hátt. Drottinn skilur nákvæmlega hvað við erum að segja. Jafnvel þú segjum ekkert, skilur það, skilur hjartansbænir okkar. Er eitthvað sérstaklega endingu? Við erum bara 5 mínútur eftir, sko. Já, það er bara mjög gaman að hafa komið til þín Óli og hver veit nema er eftir að koma og fara aftur til Ísrael. Já, það vona ég. Engin veit ævi í sína fyrir allir. Nei, það er rétt hjá þér.
Við vonum það sannarlega að þú en þetta eru minningar sem maður hefur alltaf lifað á. Og þínir, þú átt náttúrulega svo stóra fjölskyldu líka og ættingi og allt það. Það gaman að fleiri, og ég tala ekki að þú getur áhrif í þessu samfélagi fyrir Ísrael. Því að ekki bara í því samfélagi, mörgum öðrum samfélagum, það vantar svona kveikja svolítið á kerti vegna Ísrael, sko. Já, eins og þú kveiktir á kerti á laugskálaháttíðinni, þá þarf að kveikja kerti í okkar samfélagi. Hvers vegna Ísrael? Vegna þess að það er drottin bak við þetta. Það er boðskapur í Ísrael, það er boðskapur í fyrirheitum Guðs. Náttúrulega þetta ekki vera predikari en ég er þakkláttur fyrir að þú komst, mjög þakkláttur fyrir og eiginlega alla þá sem hafa verið hérna, og bara alla raun og veru, þeir eru nokkuð margir í gegnum 13 ár. Og það hefur verið, við höfum aldrei þurft að taka upp þátt vegna sem það hefur illa gerður. Það hefur komið fyrir tvisvar sinnum að farsíminn hringir, en þetta er allt í lett að bara sína þetta er eðlilegt og við erum ekki að skrifa niður, nú gerum við þetta hitt, en þetta er bara látum þetta flæða. Eins og einhver andlegt fólk myndi segja bara eins og láta andan ráða þessu. Og við trúum því að Guðs andi sé með þessari stöð og við byggjum hans andi mætti ráða öllum prógramum, öllum dagskráliðum og stjórn og öllum sem vinna hérna og þeir eru ekki dúa margir sem vinna en þeir vinna mikið hérna næri 24 klukkutíma meira og minna bæði hér og Ljósárfossi og annar staðar svoleiðis að við óskum þessari stöð allsins besta og ef að áhorfendur vilja biðja fyrir mér að ég fá að komast til Ísrael sem fyrst þá þakka ég fyrir þá bæn og ef ég er ekki hér í nóvember, desember þá er það bara einhver annar sem tekur við meðan ég er erlendis ef ég fer. Þetta er allt undir Hashem komið. Veist hvað Hashem þýðir? Nei. Þá segið þér það núna og þeim sem eru að hlusta. Þetta er hebreiska sem að þýðir Ha er greinurinn og Shem þýðir orð. Hashem þýðir orðið. Já. Og þegar að ég á vinir sem eru gyðingar sem er ekki kristnir sem að skrifa mér og þessi enda oft brefið hjá mér til mín segja svona I wish you Hashem bless you. Hashem bless you. Þeir segja ekki Jesus. Þessi bara Hashem blessi þig, það þýðir að orðið blessi þig. Hashem er Guð hjá þeim. Þeir segja Hashem í staðin fyrir að segja, þeir segja aldrei Jahve eða Jehova eða nafni Guðs. Það er svo heilagt hjá gyðingum mörgum. Þeir nota nafni aftur um þetta Hashem blessi þig. Nú er ég bara að segja Hashem blessi þig líka og hérna signi mín og þína fjölskyldu og samfélagi sem að þú ert öldungur yfir. Og ég vona að þú hafir þín góða áhrif þar eins og þú eru hér og gegnum allt þitt líf sem ég þekki nokkuð vel. Og við áhorfendur segi ég núna kæra þakkir fyrir að við máttum vera í heimsókn hjá ykkur og þið opnuðu heimilið ykkar, hvort sem það var í heimilinu eða hvort sem að þið eru á stofnunum, sjúkrahúsum, hvað sem þið sjáu þennan þátt eða bara á netinu. Og ég fæ stundum fréttir frá Jerúsalem, þess að fólk hefur verið að horfa á þennan þátt meðal annars. Og New York, oft hringdi ég mig frá New York, þar sem að viðkomandi horfir á þennan þátt og aðra þetta Omega. Þannig að þetta er kristileg stöð sem hefur kristilegan boðskap og við trúum því að all velferð okkar, hvort sem það er í þessu starfi okkar eða velferð þjóðarinnar, takk eftir nú hvað ég segi, öll velferð þjóðarinnar sem er stundum á svona hættu sviði, vafasum götum, velferðin kemur ef við hlýðum boði drottins, ef við hlýðum boðum hans og við höfum ekki tala orðið synd, við höfum ekki nefnt það nafn hérna, en syndin er bara lögmálsbrot, ef við brjótum það sem að drottin segir að sé rétt og við gerum það sem er rangt, búið til úr því að það sé rétt, þá erum við að brjóta á móti vilja Guðs, hvað sem okkur líka betur að vera. En kærleikur Guðs er yfirþyrmandi mikill, hann er svo mikill að við skiljum ekki kærleika hans, hann er mikið meira heldur en ástmóður eða föður, mikið dýpri. Og við trúum á fyrirheit hans að hann er með þér og okkur alla daga, allt til enda veraldar. Ekki bara gyðingunum, þó að þeir hafi margbrotið sín lög gagnvart drottni, þá þurftu þeir að ganga í gegnum mikla erfiðleika og reynslur vegna þess að þeir brutu boð hans og hérna orð. Nákvæmlega saman fyrir mig og þig og fyrir þjóð okkar, blessunum fylgir í því að fylgja orðum hans. Hashem, sem ég sagði, það þýðir orðið, ég bið Hashem að blessa ykkur öll. Og ég vil enda hérna þátt eins og ég ger alltaf, ekki brjóta þá hefð, þó ég sé svolítið fyrir að brjóta hefðir, og það er að nota orðið shalom, sem þýðir friður,
og salam sem þýðir líka friður á arabísku, hittur á hebreisku og eins og íslenska biblían segir, eða Nýja testamenti segir, eins og Jesús sagði, minn frið gef ég þér, ekki gef þér eins og heimurinn gefur, hjartað þér skelfist ekki né hræðist, trúðu á Guð og trúðu á mig. Þannig enda ég, Drottinn blessi ykkur. Amen. נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה